Góðan daginn, gott fólk. Og við erum mætt hérna til að kveikja einn kerti á og syngjum okkar, við kveikjum einu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa Drottinn smá, svo til að verða ekki grá. Var þetta ekki einhvern veginn svona? Þetta nú, ég tók mig nú bessaleyfi aðeins og skáldaleifi á þessu. Ég bjóð til fyrsta að ég á ekki fyrsta versið en ég á hinn 3. Því ég kann ekki aðalösið. Þetta alltaf svona. Þannig við gerum þetta bara fyrir þáttinn og þetta verður svona partur af þættinum og það líka alltaf leið. Og biblíurnar okkar eru á sínum stað og kertin okkar eru á sínum stað eða svona eiginlega sínum stað og kannski er þetta ljósin sem okkur vantar þegar við erum að lesa og því við erum farin að sjá svo illa sem okkur. Sjá hvernig það hvort eitthvað gangi betur núna að lesa en var síðast. Það er allt í lagi, þetta er bara svona. Þetta gerir aldurum fyrir okkur og hérna það breytist ýmislegt í líkamsstarfseminni með honum og svona ykkur að segja finnst mér nú bara gott að eldast. Ég kvart ekki yfir aldrinum en ég veit að hann er orðinn nokkuð meiri en var þegar ég var 20. En einu sinni, minn kæri vinur, var ég 20. Þú kannski trúir ekki, ég var það einu sinni. Sá sem er orðið 70, staðfest er að einu sinni var hann 20. Þetta er ekki flókið. Og ég veit að það lítur engin maður á það sem flókið, sem hér er sagt. Þetta er bara partur af veruleikanum. Og veruleikin í dag er Jesú fyrir mig. En hvað er Jesús fyrir þér? Bara grettir þig og kannski segir ekki neitt en kannski stekkur upp og neðir og segir alveg helling. Það fer bara eftir því hvernig upplagð þú ert og við hvað þú er vanist og hvað uppalist. Er mikið talað Jesú á þínu heimili? Ég veit það ekki. En á mínu heimili var ekkert verið að tala Jesú. Aldrei. Ekki svo það var ekkert verið að tala neitt hann og var þó engin trúar á heimilinu. Ykkur að segja kæru vinir, þá veit ég það ekki, því að ég veit ekki einstu þanga manneskja. En auðvitað benti margt til margs hjá sumum að hann ætti nú eitthvað nesta. Þetta var nú allt saman ágætis fólk sem að maður úlst upp með. En segir ekkit allt hvar menni eru að Jesú leyti. Allavega þegar að Jesú er kominn og hann er orðið veruleiki fyrir hvað sem er mér eða þér, þá verður okkur þetta nafn svo tamt. Þetta er ekki feimnismál að tala Jesú og ekki svo að skilja maður sé eitthvað að tala hann í syngt og heilagt. Ég er alveg til í það svona ef þarf. Að ég núna veit ég af honum, en þegar ég er ungur maður og krakki, þá þekkti ég ekkert Jesú, maður hafði þetta heyrt þetta nafn oft og hló stundum að og skemmti sér við svona inn á millið og maður hafi nú kannski aldrei gert neitt mikið af því að þá gerir maður það ekki í dag að því það er annað komið inn. Það er komin annar andi inn en þá var. Heimsins andi, hann er vikinn og andi Guðs tekinn við. Þetta eru býttin. Og hvað ætla ég að þakka mér á þessu? Ekki neitt, því ég geta það ekki. Eins og ég oft sagt að þá hófst nú trúin mér þannig að ég satt nú bara svona
og ég get líka bætti við að ég er búin að vera í fílu í 3 korter. Það var komið að því maður minna að þessi fengi trú og ég var svo mikill í fílu að ég var með lítið biblíukver í Nýja testamenti var svona sem ég sagði tóku við horfðu á og hendi út í horn og lét fylgja með orðum að þetta lið væri nú ekkert betra en aðrir og þetta var nú ekki neitt að freista mín. Og svo, já, eftir 3 korter þá, þetta er asnalegt að breyta svona, sagði ég. Og ég reis upp, teygði mig upp í bókina, undir kvistinum, ég bjóð þá undir kvisti, þannig ég þurfti að beygja mig niður til að ná henni og tók hann og greip hana og settist í stólinn minn sem að ég eignaðist skömmu áður. Saga stólsins er með þeim hætti að það fylgdi stóll með herbygginu sem ég leigði sem var nú svolítið lélugur og svo settist ég í hann einn daginn og niður úr honum. Hann gaf sig og það var ekkert annað til ráð en að pakka hann saman og fara með hann út í bíl og hendunum. Ég átti bíl þó og keyri ég í Gám suður í Hafnarfirði, það er rétt það sem Hvalur er, minnir hann að vera þar og ég tek fagra sveiflu með stólinn, búin að opna hurðina inn í gáminn til að henda stólnum þangað inn. En hvað sé ég? Annar stól sem búið var að henda og ég horfa allt í lagi með þennan og ég tók hann út og hendi innum inn og notaði hann í mörg ár, þennan stól. Hann var nú gett fallegur, hann var greinilega búið að sá sem átt hann hefur átt kött og þeir náttúrulega kunna klóra í svona stóla. Þessi sýndi þess merki að eitthvað slíkt hafi verið að ræða. En þannig var þetta nú og þegar að þessi komið á þessar stund þá er þessi gamli græni stóll svolítið slitni orðin mín eign og ég sem sagt tek bókina, sest í stólinn og þá hættur í fílu, opna hana, bang. Og ég sagði, þetta er Guð, engin hefi. Og þetta var árið 1989. Þannig að þú sér að þessi heiti kall er búin að vera allengi undir valdi og afli trúarinnar og ég verð nú að segja það að ég sé ekki eftir sekúndu á þeirri vegferð. Þannig að það búið að vera gaman, reynsluríkt og alls konar fjör fyllt þessu og þetta trúalíf mitt hefur ekkert verið merkt einu allserjar klúðri aldeilis ekki. Þetta er bara búið að vera létt og fín ganga með góðu fólki. Það er nú mín saga. Maður hefur séð menn koma, maður séð menn fara og það er miður. Maður hefur séð menn byrja og vera áhugasama og fína og flotta og gaman að vinna með sem hurfu og svo komið að maður veit fæst af þeim en það er ekki mitt mál því að menn verða þetta að fá að lifa sínu lífi bara eins og þeir vilja og ég verða að trúa því að eitthvað af þessum mannum sé bara enn að sinna verki Guðs á þess að ég veit það vegna þess að ég hef ekki neina spurnir af þeim en ég veit að þó að hópurinn hafi svolítið splittast veit ég suma af þeim að þeir eru nú ennþá við þetta svona einhver leiti að allavega veit ég að þeir eru ennþá að grúska í trúnni og eru þetta trúa að fólk áfram en voru kannski ekki voru í starfi svona beinu en eru það kannski ekki lengur en ég veit að þetta blundar alltaf með hafi maður einu sinni verið í þessu þannig að það er bara að bíða og sjá til hvort að þessi menn bara vakni ekki og fara nú ekki að gera það sem drottinn hefur ætlaði að gera með beinum hætti en þetta ræði engum það. Mér nægir alveg að sinna þessu sem hann er með handa mér og ég reyni að gera það. Aðri verða bara að sjá sig sjálfur hvað þetta varðar. Ég get ekkert gert. Nema bara hvatt þá með því að halda út sjálfur. Ég held að það sé nú oft mesta hvatningin til manna og kvenna
þegar ég og þú erum að halda út sjálf. Við erum þá ekki fólki sem erum að benda þannig inn, en erum sjálf farin af vellinum. Þannig hefur allavega ekki verið í mínu tilviki og margra annara líka, því að sumir sem voru manni við hlið þá, þeir eru á enn við þetta, þó þið séu ekki kannski að starfa með mér að neinu leyti. En það er auka atriði. Aðalatriðið í þessu að við séum á vellinum á akri Guðs, að gera það sem að okkur snýr. Og þannig með Guð, það ég séð, að notar menn eins og hann vill sjálfur. Hann alveg til í að færa menn til út í það fer. Svona sumir bara eru í þessu starfi og bara alla sína ævi, og það er allt í lagi. Ef Guð vill að þannig, þá bara gerir það með þeim hætti. En allt er þetta ábyrgð sem við erum með, og við munum oft finna fyrir þessar ábyrgð, og af ábyrgðartilfinningunni líka, hún er nú ekki alvond, höldust við verkið, og það er gert eins og á að gera það, og þess vegna árum saman. Þetta er svo sem ekki hrósunar efni, ég sé það nú ekki þannig, heldur þetta eitthvað bara vegna þess að trúin, hún hefur staðsett mann þarna, við þetta. Ég veit að trúin hefur staðsett þig líka við eitthvað verk, svo ég veit ekki alveg hvað það er, en mér varðar raun ekkit það, heldur það eitt að þú ert að sinna verki Guðs. Það vil ég miklu frekar hugsa og tala en eitthvað annað, því ég veit það að trúin vinnur eins og hún vill, og Guð með hvern mann eins og hann vill sjálfur. Á þess að hann spyr mikið, Konráð minn, hvað eigum við nú að gera í þessu máli? Hvað viltu gera hér? Ég segi, ég veit það ekki, Guð, þú veist það. Já, ég veit það. Og svo bara gerir hann það sem hann vill, og ég hafi endilega neina vitneskju það, og mér varðar ekkit það. Aðalatriðið er að Drottinn er bara að nota menn og konur eins og hann vill sjálfur, og það er bara rétta leiðin. Þess vegna styð ég og vel ég að styðja þá sem eru í verki og hvetja svona eins og ég get, og hvet kannski menn mest með því að vera bara sjálfur aktífur og verkur. Ég get gert það, og menn sjá margt sem á þess að ég veit neitt það og kemur það ekkert við, en við erum oft hvatning hvort fyrir annað að við svona já, við sjáum að hann er ennþá við þetta þessi. Ég man alltaf eftir því að það kom til Omega, kom nú nokkru sinni þangað, var sjónvarpspredikari, og það voru þættir Omega með þessum ágæta manni, og maður kynntist honum aðeins vegna þess að hann var að koma, og ég var stundum að koma þá í Omega og var náttúrulega að tala við hann, og hann kom eftir nokkur 2-3 ár, ég hef nú ekki séð hann síðan, ekki svo ég muni, og hann hittir mig þarna einhvers staðar, þar sem maður var að tala og segja, ég sé að þú ert ennþá við þetta. Já, ég er ennþá, já, ég fullt af mönnu sem að voru hérna, ég séð okkar ekki, þú ert þarna þaðan. Þannig að þetta er ábyggilega glattan, annars hefði hann ekki nefnt þetta. Þannig við sjáum að við erum oft hvatning hvort við annað, bara úttaldsins vegna, ekki það að við séum svona frábæra manneskjur, við erum þetta frábæra manneskjur, en það er ekki það sem menn er að horfa í. Menn er að horfa í þetta úttald að árum seinna og áratugum seinna eru menn og konur en að gera það sem þeir voru að gera þá fyrir áratugum. Þetta eru meðmæli. Þetta eru meðmæli sem ég hef og vil hafa, en ég þarf þó að gera eitthvað í því til þess að ég hafi þessi meðmæli. Þetta eru góð meðmæli, þetta eru jákvæð meðmæli, þetta eru guðlega meðmæli af verkunum. Því það er verið að gera þessi verk sem Drottinn kallaði þig og mig til að gera. Ég veit náttúrulega ekki með þig hvort að þú sért enn í því, en þú sér að ég er í þessu ennþá. Ég er ekkert að hæla mér að því, ég er bara að segja það sem er og þú veist það. Þetta er ekkert hrósunar efni, en útaldsamt, þetta nefna það, og sem kemur að því að þú ert með hvern dag bara í þessu. Svo eru allt í einu liðin áratugir jafnvel í verkinu, alltaf einn dagur í einu í raun og veru, eins og alkoholistan sem er að hætta að drekka, að hann tekur einn dag í einu, og þannig er þetta með mörg átökin, hvort sem það er að hætta að drekka eða hvað sem það er einn dagur í einu, og eins er með trúna.
þú er trúaður í dag, þér ekki gefið neitt nema dagurinn í dag og hvað ætlar að nota daginn í? Hvað gerur betra en að nota daginn til að sinna þinni köllu? Og það er alltaf hvatningin. Og þessi biblíuþáttur er búin að vera uppi á 3. ár, það er svo sem ekki langur tími. Þættirnir eru konur yfir 100 og það er kannski svona ástæð til að nefna það og hafa verið vikulegir að þessu hefur verið sín trúfesti. Það held ég að menn geti alveg tekið undir með mér að þetta hefur allt saman verið trúfesti gert. Þannig að mánudagurinn gera þetta þá og þú sérðan þá, hann er bara frátekinn í þetta verkefni og annað verkefni sem ég er með á vegum kirkjuna. Og nota sénsinn að því maður á staðnum að gera hitt verkið á leið. Þannig að þetta smellur allt saman. Þetta verkefni er sjálfstætt verkefni sem að ég sé en það geri Jesú nafni þetta, en ég tengi þetta ekki neinu, þannig séð, nema bara Jesú sjálfum. Það var alltaf verið svona vilji minn að tengja þetta ekki neinu, nema bara Jesú sjálfum og ég kann vel við það og ég held að þér hljóti líka að kunna vel við það því að þú ert Jesú maður eða Jesú kona. Þannig að þetta er ekki svona, þetta er svona sjálfstætt verkefni, eins og ykkur sagði hann er sjálfstæður hann konni í þessu. Já, kannski er ég það, en ég lít ekki sjálfstæður þó en það, ég lít vilja Guðs. Þannig við erum þannig séð ekkert sjálfstæðir. Ekki alveg, við erum náttúrulega sjálfstæðir en ekki alveg vegna þess að við verðum að fara eftir því sem orð Guðs er að segja okkur og það er einmitt hvatningin með þessum þætti að þú sertu vel að þér í orði Guðs, virkur í orði Guðs og sjáur að rækta þetta samfélag við orð Guðs, því að það er ákveðið samfélag, orð Guðs er ákveðið samfélag sem þú og orðið eigi saman og þið getið stofnað til þess samfélag hvar sem þið eruð. Þú og ég, við höfum enga afsökun fyrir því að vera ekki með þetta samfélag við orðið uppi, því að þú ert með vasa sennilega kannski á skiptunniðinni og þú getur líka, ég held að sé ennþá til svona pingulítið vasakver, voru þetta ekki kölluð vasakver? Jó, ég held að. Þú sem að mannst þetta er Gídeon biblíunni sem þú fékkst í skólanum, ég er ekki byrjað að gefa þær aftur eða er ennþá loka á það skiptir ekki máli. Það voru svona lítil hver sem maður gætu stungið í vasan, brjóstvasan og haft þar og margir voru með þessi vasakver þar í brjóstvasanum sínum og ég sjálfur var með vasakverið sem bróðir í Kristi gaf mér og er fyrsta Nýja testamenti mitt. Ég var með það alltaf í vasanum, fór vel þar. Og þetta vasakver las ég spjaldunum milli, gleraugnalaust, því að ég er þá ungur enn að ég er ekki enn komið með gleraugu, en kannski vandræði með að lesa svo smá stafi í dag, en það er allt annað mál, þetta er bara aldurinn og ekki orðum það meira. Þú sem hlærða gleraugnaglámnum mér, skalt ekki hlæja hátt, því að þú verður eitthvað dæmi þessi gleraugnaglámur sjálfur, og þá getur þú bara farið í spegil og hlegið alveg dátt og hátt ef þú vilt, ef þú nennir því. En þetta er nú ekki atriði. Aðalatriði er það að sinna verki Guðs og gera það eins og Drottinn vill. Leyfa honum bara að sjá þetta og hann stillir þessu öll upp eins og hann vill og hann gaf, þú sér þessa mynd sem hér er, hann gaf mér þetta. Ég bara haldið mig við hana. Ég held hann að líka hvatt mig til þess að fá mér þess að dúka, borðdúka. Minni það. Og þetta hérna undir biblíunni þegar ég var alltaf að reyna að láta hann að standa bara sjálfstæða og svo var hún alltaf að detta því að það má ekki koma við þetta borð á hreyfista og biblían datt. Þannig að því öllu saman var bjargað með þessum bókastöndum. Mjög fínt. Og svona hefur þetta smátt og smátt þróast. Og það nýjasta núna er þetta ekki. Dúkurinn undir, hann er reyndar aðeins svo stór ef við kannski endur nýjum að þeir eru morgun stærri strókar og kaupum okkur minni dúka sem passa betur hér eða er þetta kannski alveg bara fínt svona? Jó, þetta er fínt svona. En þetta er sérst biblíutíminn okkar og sem er að hvetja okkur á orði Guðs og þú sér bækurnar, það eru uppstiltar þarna til áréttingar þættinum
og við höfum alltaf lesið eitthvað smávegis og mér gekk nú ekki vel að lesa síðast, ég sá þetta ekki, ég reyndar ekkert að bæta ljósið, ekki nema kertaljósin séu nóg til að maður sjáu nú til að lesa. Ég veit ekki alveg hvernig ég ætti að gera það, því að ef ég væri með ljós hérna, þá myndi það sennilega tröfla flottu vélina mína. Jú, ég myndi nú held ég gera það. Það skiptir ekki máli, en ég allavega ekki með neitt núna. Og henn með bókina fyrir fram að mig og gleraugun uppi í því ljósi og skjóli að kertaljósin mín nægi. Það aldrei að vita hvað þau gera maður. Þetta var nú flott og þetta lásu kallarnir og kellingarnar í gamla daga. Húslesturinn maður, hann var allur við kertaljós eða olíulögt eða hvað þetta var sem þau notuðu. Og hérna þær sögur það lifa svo litið með okkur. Okkur fannst þetta að vera sniðugt, nokkuð sniðugt, sögðum þetta að vera biblíutími, en það held ég hafi ekki verið. Þetta kvöldæmi í torkvónu, þetta var bara, biblíulestur eða bara sögulestur eða bara umræður eða hvað sem var. Þetta var alltaf frátekinn tími þar sem fólki kom saman. Stundum var lesið og stundum voru þetta bara umræður og stundum var biblían lesin. En það var ekkert alltaf. Það var alls konar í gangi. Bara eins og hjá okkur, það alls konar í gangi. Já, nú komin að reynslustund og við erum með opið á Jeremía. Við erum öðrum kafla Jeremía, ekki? Jú, öðrum kafla. Og við byrjum á 5. versi. Svo segir Drottinn: hvaða rangindi fenguðu föðureyðar hjá mér? Fyrst hurfu frá mér og eltu fánýtt goð og eru því sjálfur fánýtir. Góður, þeir spurðu ekki: hvar Drottinn sem leiddi oss frá Egyptalandi og vísaði oss veg í eyðimörkinni, þurrt og sprungi land, skrælnað og niðdimmt, land sem enginn fer og enginn maður byggir. Ég leiddi þér inn á gjöfult land, svo þér getur notið ávaxta þess og gæða, eða þegar komuð inn í landið mitt, surguðu þið það og gerðu erfðaland mitt að viður stifð. Maður sem þekkir ekki Guð með réttum hætti gerir svona. En við erum menn, fólk sem að viljum alltaf þekkja Guð mjög vel og þá skiljum við þegar hann að gera eitthvað eða höfum all skilyrði til að skilja það sem hann að gera og þess vegna líka eru við að benda á orð Guðs og við erum fyllt heilagum anda sem gefur okkur skilningin á því hvernig Guð virkar og verkar og vinnur með mig og þig. Þess vegna eru við að etja mönnum endalaust að orði Guðs og skömmustum okkur ekkert fyrir það að vera þeim megin línu að gera þetta. Því þetta gott verk, ekki bara fyrir mig, heldur líka fyrir þig. Þess að gagnast mér líka gott fyrir þig. Og þetta veistu jafnvel og ég og þetta hefur þú reynt jafnótt og ég því að þú stíð út á margt sem hefur verið gott og reynst þér vel og orðið það sem þú ert og gerti að því sem þú ert í raun og veru í dag ágætis manneskja og upphafin þannig séð á trúniðinni. Trúin mælir með þér, myndu það, hún upphefur þig. Og þú upphefur Jesú og trúin upphefur þig í Jesú nafni. Og Drottinn staðfestir þetta allt saman með vináttunni við þig. Hann segir sjálfur, ef þið gerir það sem ég býð, eru þeir vinir mínir. Og þetta eitt af því sem að Drottinn að bjóða, að við séum menn orðsins, fólk orðsins. Og við berum svolítið orðið fram, því að það eigum við að gera, við sjáum það sem við lásum á. Þannig að þetta voru menn sem heyrðu þetta, en þeir skildi ekki hvað hann var að fara og hvað hann var að segja vegna þess að þeir voru ekki menn og konur orðsins, en hefðu þetta alveg getað á við hvert sem en þeir eru þó að vilja það. Það er svo mikið vilja ákvörðu mín að gera. Ég veit og þekki, en ég ger ekki það sem ég veit og þekki og veit
og skil að gera mér hvað best. Þetta er maður, veiklundaður maður, sem breytir ekki alltaf viskulega og breytir mjög oft heimskulega, sem er rangt á okkur að gera. Það er að segja, ef við getum gert eitthvað annað en heimskuleg, og við vitum að við getum það, þess að skulum við gera það. Og venja okkur við orðið, því að það heldur utanum þessa visku sem fær okkur til að gera guðleg verk. Þannig það þarf ekkert að verða neitt hlé á því. Það er að segja, ef við ræktum þetta samfélag, og nú er dagur, og núna getum við tekið okkur taki eftir að hafa hort á svona góðan þátt, að halda þessu verki áfram, og við tökum kannski Biblíun upp og eftir og lesum í henni, að við viljum bara vita og skilja betur orð Guðs, og það kemur með lestrinum. Drottinn hefur búið svo hnúta með þennan lestur, biblíulestur, að því að þú ert að lesa, hann er að sér að þú ert yðin við þetta og trúfastur við þetta, þá gefur það þér alltaf inn á milli, kannski ekki í hver skipti, inn á milli eitthvað sem stekkur út. Já, og þú fær nýjan vingil, eða orð sem þú hefur aldrei skilið, nú skilur það. Og þetta vekur við fögnuð og gleði, og þetta er hluti trúarinnar sem að vantrúin getur aldrei snert á, aldrei, því hún hefur ekki þessi skilyrði sem þarf, og skilyrðin eru bara gjöf heilags anda. Já, gjöf heilags anda. Þetta er ekkert mér að þakka þér sem átt heilagan anda. Þetta kom til okkar sem gjöf frá himnum. Og þú lærða þessu, ég veit það, að þú hefur aldrei reynt þetta. Ég tala á reynslunni, ég þekki þetta. Ég er undir þessu afli og ég veit hvað afli þetta er. Alveg sem ég vitnaði áðan því ég tók trú og ég leit svona til hliðar og sagði, nú það er til Guð. Ég hef aldrei efast það síðan. Margt hef ég efast, en ég hef aldrei efast Jesú, ég hef aldrei efast heilindi hans og nýja hvað hann getur gert, en ég hef þetta gengið í gegnum mína dali og verið á hæðum og alls konar. En ég hef aldrei í dölunum á erfum stundunum ásaka Jesú neitt, því hann hefur alltaf verið vinur minn. Svo mikið allavega hefur trúin minn vaxið að ég man aldrei eftir því að ég hafi ásakað Jesú neitt. Sumir ásaka Jesú, en það er ekkert allir sem ásaka hann. Sumir einhvern veginn ná því að vera ekki á þeim stað að ásaka hann neitt, og svo vext trúin, og þá sjá þeir að hann er án allra ásakana. Það er bara eitthvað í mér sem hefur brúðist að ég ekki skilir rétt, eða ekki tekið rétt, sem fær mig til að ásaka. En ég var einmitt að segja það, en ég man aldrei eftir því að hafa ásaka Jesú neitt. Ég er reyndar ekkert mikið verið það að vera ásaka einn og annan eitt og annað. Það hefur nú ekki verið minn stíll í gegnum tíðina. Og kannski ertu á sama stað, og ég held að þetta sé ágætur stað til að vera á. Og allt svona getur við áreittað og undirstrikað fyrir okkur að við erum að gera það sem er rétt. Því orð Guðs, það byggir okkur rétt upp, og þú fer að sjá Jesú eins og hann er og styrkjast meira í því, og það er akkur trúarinnar að vera þarna. Það nú sér að trúin er ekkert annað en vinna. Hún er stífvinna, mikil vinna, en góð vinna því leyti til að þú getur alltaf séð árangurinn. Þú sérð árangurinn, já, í þér sjálfum, og getur alveg verið stoltur af því að þú vilt. Og mátt alveg vera stoltur af því, og það er alltaf að vera stoltur af því sem er einhvað. Og það er einhvað að eigast trú á Jesú. Ég segi það nú bara og árétta og undirstrika að þetta er nú bara lífið manns í dag og ekkert minna heldur en það. Og er búið að vera alveg frá því að ég eignast þessa trú. Það hefur bara verið líf manns, og ég er ekkert að fara neitt þaðan og ætla að halda áfram að vera á þessum vegi og lesa mitt orð og rækja mína safnar samkomur og svona meira út í það farið. En ég er maður orðsins og hef alltaf verið maður orðsins. Eins og Drottinn sagði við mig þegar ég var nýfrelsaður, þá sagði við mig, Konráð, þú verður að eignast Biblíu. Ég átti ekki Biblíu sem ég oft talaði og fekk mitt testamenti. Ég átti reyndar fermingakveri mitt, 12 ára, var ekki 10 ára, 12 ára, man ekki, sem við fengum Gideon Biblíu, og ég átti hana árum saman, en var ekki átti hann ekki lengur þegar kom að því að taka á móti Jesú, því að ég
hefði nú örugglega grafið hann upp ef hún væri til, en hún var ekki til þá. En það var til svo sem nú að biblíum og það var bara eignast þær og ég sett til að kaupa og fekk hann að lokum gefins en er búin að kaupa þær nokkra síðan. Þessi hérna er keypt biblía, þetta er nýjasta þýðingin og hún er hérna við mér á vinstri hönd. Og önnur á hægri hönd sem er 1911 held ég þýðing. Og ef þú lest hana, ég gera það nú reyndar sjaldan aldrei eiginlega, hún er þetta bara svona því hún er falleg. En ef maður sér að orðalagið er svolítið einkennilegt með það sem hvernig við tölum í dag og sem eru þetta bara undirstrekun þess að málið breytist. Hvað sem við reynum, hvað sem við gerum þá er bara þróun í málinu eins og í öllu öðru. Og það er allt í lagi, því að orðinu þetta halda sér sem eiga að vera þann inni. Og orð Guðs lítur sama lögmáli, það þarf þetta að endur þýða biblíuna með reglulegu millibili vegna þess að eins og vorum að tala um áðan og þetta veit hver maður að málið þróast. Það breytist, þú lest þessa frá 1911 og svo þessa, þú sér þetta er allt öðruvísi, hljómar allt öðruvísi. Þú skilur alveg þessa en þú sér að hljómurinn er allt annar og það til fyrsta biblían er til og það hefur verið lesið fyrir mig upp úr henni og málið var torskilið en þó alveg þetta skilja það sem var verið að segja, það var nú ekki meiri munur á það. En við tölum ekki svona í dag og við tölum eins og við tölum í dag að því við höfum leyft málin að þróast og það er alltaf að þróast. Og við erum Guðsmenn og trúin okkar hún vex, hún þróast ekki þannig síðan, hún er bara þarna og svo tökum við henni eins og hún á að vera og við eigum að gera, við eigum að taka við henni bara eins og hún er og við gerum það og undirstrekum allt saman með lestri í orði Guðs að því okkur er gefið orðið til að lesa og að því við sjáum þokkalega með þessu yndislega ljósið þarna og held ég við lesum bara aðeins meira. Ég gafst upp síðast maður, ég sá það ekki. Og þá, ég var með, maður alltaf að breyta, það var svo gaman að breyta, ég með ljósið hérna, kertin yfirleitt hérna, en ég færði þau hingað, ég vissi ekkert hvað ég átti að hafa þau síðan. Og það er sennilega, og ég sé það núna, að þau eru að lýsa bara ágætlega upp textan og það var til þess að gamli maðurinn sá ekki stafina. Með sín fínu lesglöru. Þannig að ef eitt, þetta virkar með ýmsu öðru. Lesglöru virka vel með ljósi á réttum stað sem lýsir á blaðið en ef ljós nýtur ekki við svona aukareitis ljós þá sjáum við ekki neitt. Það er hún bítin. Þannig að við skiljum þetta allt. Við erum komið núna í fyrsta bréf Jóhannesar, já, hið almenna stendur hérna. 3. kafli. Sjáið hvílíka kærleika Faðirinn hefur auðsýnt okkur að við skulum kallast Guðs börn og það erum við. Heimur þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkir ekki hann að því hann þekkir hann ekki. Þessi góður. Heimur þekkir okkur ekki og þetta Guðsorðar stagli okkur en heiminni þekkir okkur. Þekkir okkur af því að við þekkjum orð Guðs og hvorum viljum þjóna og hvor meðmæli viljum við fá heimsins eða frá hæðum frá orði Guðs sjálfu. Ég held ég viti svarið. Þú sem trúaður maður auðvitað mærir orðið. Heimurinn, þú veist af orðið Guðs að hann er fallinn. Hann er ekki neitt í dag, hann bara bíður eftir því að eyðast og fara og nýtt koma niður í staðinn. Og þess vegna erum við að boða orð Guðs og lesa Biblíun og vera vel að okkur í Biblíunni sem styður þetta allt sem við erum að segja fyrir okkur að því við trúum og þá viljum við segja öðrum frá því að við viljum gefa öðrum séns á að komast í ríki Guðs alveg svo við fengum sjálf
séns á að koma í ríki Guðs. Ég fekk mína boðun frá vinum mínum sem ég ekki hitt reyndar síðan þá. Og hér ég með það orð sem hann færði mér á sínum tíma, og þetta orð er orðið sem frelsaði mig. Og ég veit að núna, ég áttaði mig ekki á því þá, en löngu seinna fór ég aðeins að skoða þetta, og þá sá ég að þetta orð sem hann las var ekki virt í 4 ár eða yfir 4 ár, var alltaf þarna, og ég man alltaf eftir það var þarna. Ég man alltaf eftir því, ég myndi alltaf þetta orð. Svo allt í henni frelsast ég, og ég sagði ykkur hvernig það var. Ég var í fíli 3 korter, svona bara til þess að árétta það. Svo frelsast ég, það er til Guð. Svona frelsast ég nú. Þetta var nú einfalt, og ég ger ekki neitt. Nefn ég hætti fílu og tegði mig eftir á bókinni og opnaði hann sem ég geri hér, og já, það er til Guð. Og þessi viss hefur ekkert vekið frá mig síðan. Og hér er ég hvað 35 eða 30, þetta var, hvað er þetta langt síðan? 35 ár. 89 og það er 24 í dag, hvað er það langt? Ég nenni ekki að telja, það er ekki eitthvað 35 ár, ég held að. Eitthvað svoleiðis. Ég þarf að telja puttana, sko. En það er svo asnalegt. Það syns svo asnalegt. En orð Guðs er ekki asnalegt. Það er mjög hollt og gott. Og gerir sitt gagn, og hellingsgagn að því, en ég var að sjá þetta gagn. Sé ég það? Aldeilis. Ég sé það svo vel að ég hér, í þætti sem heitir Biblíuþátturinn okkar, að tala orð Guðs, hvergi bangin. Eins og vera ber hjá manneski sem að veit hvað hann að tala, og þú sem þekkir Guð og talar Guðs veg og orð, veist hvað þú ert að tala. Ég raun og veru að tala reynsluðina af því sem þú ert að segja. Því að þú eins og ég og við eigum til hellings reynslu í Guði sem er sönn og rétt fyrir okkur. Og að þetta er satt og rétt fyrir okkur, þá getum við alveg talað það með einhverjum stæl og jafnvel með þeim hætti og sannfæringarkrafti að aðri taka við. Þó maður viti þetta aldrei við hverju fólk tekur. En þetta er okkar réttur sem trúara manneski, það er að segja öðrum mönnum frá. Og það gerum við að því að Drottinn er að bjóða það. Hann er ekkert að spyrja heiminn að því hvort að viljið þið nú krakka mínu heyra orð Guðs í dag. Hann bara kemur með það ef hann vill það. Og hann vekur hug mann og kvenna til að gera það sem hann er að segja. Ef engi fæst, þá er ekkert orð að segja. Því hann talar í gegnum fólk og þetta eru vinnulagið hans. Og hefur alltaf verið. Og þetta er auðvitað mikil blessun því hann er að virkja þetta fólk í sína þágu og það lærir hvað er gott að þjóna Jesú, hvað hann er sanngjarn og góður Herra og við förum að elska þennan Herra og lúta honum einum. Það er það sem gerist. Þetta eru góðu bítinn í málunum. Þú lítur honum einum. Það hef ég gert, en ég styð margt fólk, það er allt annað mál. Ég styð alltaf þá sem að til að mynda leiða kirkju, ég hef nú alltaf gert það. Og er ekkert að veikla sneitt í því að það er mín skylda í raun og veru að leiða þetta fólk, því að það getur ýmislegt mætt á því sem að ég þarf ekkert að fást neitt við, af því að ég er bara venjulegur safnaði meðlum þannig séð, ef eitthvað er til sem heitir venjulegur safnaði meðlum. En öll erum við mikilvægi í ríki Guðs og við erum mikilvægi í ríki Guðs á jörðinni. Munum það, við erum með ríki Guðs á jörðinni. Og þar er ég og þú. Og ég með þarna Biblíu þá sem ég er búin að vera með núna í nokkuð lengi, vegna þess að Drottinn bauð mér að vera með hann. Þetta er ekki mín hugmynd. Ég var ekkert að velta þessu fyrir mér. En hann bauð mér að gera þetta og sýndi mér hvernig ég ætti að gera þetta og hvernig ég ætti að vinna hann að þátt og þú veist hvernig ég vinna. Það er samkvæmt vilja Guðs. Þannig að við erum ekkert að baki Drottinn, við ætlum að halda þessu verki Drottins áfram því hann er að bjóða að þetta verk haldi áfram og kannski kemur að því að hann stoppi þetta, þá bara stoppar hann þetta. En þangað til, þá myndu sjá mig á þessu staði þetta fallega borð og fallega dúk
Og það komið að lokum hjá okkur, þetta þessu ríkur alltaf og ég kveð. Þakka fyrir mig og við sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.